Listaverk í lífríkinu í boði Kanon. Þessi þáttur á listaverkum í lífríkinu ólíkur fyrri þáttum því ég ætla eingöngu að sýna ljósmyndir í stað myndbanda. Nokkur fjöll hafa þau áhrif á mig að þau ræna alltaf athygli minni þegar ég á ferð framhjá þeim. Herðubreið, Öræfajökull, Dýrfjöll, Baula, Skessuhorn og Snæfellsjökull nokkur þeirra. En það sem ég held hvað mest upp á Drangafjall sem á milli Öxnadals og Hörgárdals, ásamt Þverbrekkuhnjúk sem Öxnadalsmegin. Ég gekk í fyrsta sinn upp á Hraunsvatni sem 60 metra djúpt vatn í Vatnsdal, suður á Drangafjalli, fyrir rúmlega 20 árum síðan. Strax þá féll ég fyrir þessari einstöku náttúruperlu sem þessi staður Fjöllin hvert öðru tignalegra, hraunið og hraunstaparnir afar fallegir og skiptast á fallegi grasbalar og úfnir stapar. Ég hef margoft gengið upp á Drangafjalli, Öxnadalsmegin, og finn ég alltaf eitthvað nýtt til að dást að. Eitt af skemmtilegum fyrirbærum á svæðinu Hraunsáin sem rennur úr Hraunsvatni. Hún hverfur í hraunið skömmu neðan við Hraunsvatnið og birtist svo ekki fyrir þó nokkuð neðar í brekkunum. Hraundrangi heitir hinn glæsilegi tindur í miðju Drangafjallinu. Hann 1075 metra hár og tindar og hnjúkar sunnan við hann og í kringum Hraunsvatni flestir 1050 til 1230 metra háir. Hraundrangi og svæðið rétt norðan við hann fyrirmynd Guðjóns Samúelssonar að Hallgrímskirkju. Austan við Vatnsdalinn blasir Þverbrekkuhnjúkur við, 1206 metra hár. Hann stórglæsilegur og blasir við þegar ekið suður Öxnadal. Drangafjallið einnig glæsilegt séð frá Hörgárdal. Þar Hraundrangi jafnan kallaður Drangi, enda hraunið ekki í Hörgárdal.